Já, góða kvöldið. Við erum velkomna við tækjum. Björn Mári Jakobsson heiti ég og mér til hals og traustur Elvar Jónsson þegar hann lendir hér á þyrlunni fyrir utan. Hér er að byrja hokkeyleikur. Það er skautafélag Akureyrar gegn Fjölni. Og við rennum yfir kannski leikmenn beggja liða. Byrjum á Fjölni. Markinu er Elvar Hafsteinsson, aðri leikmenn Róbert Pálsson, Úlfar Andrésson, Sölvi Eilsson, Jóhann Kristjánsson, Mikael Atlason, Orri Valdimarsson, Artúr Vincecak, Drew Jacob Baron, svo kemur Emil Alengard, Arnar Karvelsson, Guðmundur Helgason, Haukur Karvelsson og Viktor Mojcek. Þjálfari er tengdasonur Akureyrar, Emil Axel Alengard. Og á heimaliði, markinu Róbert Steingrímsson og Pétur Guðnason, aðri leikmenn Orri Blöndal, Jóhann Leifsson, Ólafur Björgvinsson, Hafþór Sigurðarson, Einar Grant, Gunnar Arason, Halldór Skúlason, Heiðar Kristvegason, Unnar Rúnarsson, Derrick Gulay, Ormur Jónsson, Atli Sveinsson, Róbert Hafberg, Heiðar Jónesson, Baltasar Hjálmarsson, Ævar Arngrímsson, Bjartur Gunnarsson og Matthías Stefánsson. Þjálfari er Sami Lettinen og honum til aðstoðar er Rúnar Freyr Rúnarsson. Leibbi liðstjóri og Ari Vassberg getur ekki líka hjá þeim. Dómara kvöldsins, það eru aðaldómari Óli Þór Gunnarsson, línuverðir ekki að verða endanum vel yfir 200 kílóin, það er Sigurður Sveinn Sigurðsson og Helgi Vitin Gunnlaugsson. Hvað með eftir að segja en góða skemmtun. Það er nú orðið ljóst hvaða lið leika til úrslita. Þetta er nú svona síðustu leikin í deildinu kannski aðalega formsatrið og að klára. Fjölni kemur aftur hér eftir slétta viku og spila sinn síðasta leik við skautafélag Akureyrar í vetur. Skautafélag Akureyrar fyrir hins vegar suður næstu helgi og spilar tvíhöfða við SR föstudag og laugardag. Svo byrja úrslitin í íshokkeinu karla hér bara fljótlega þar sem skautafélag Akureyrar keppi gegn skautafélag Reykjavíkur. Allt að vera klárt. Ólafur Björgvinsson var bömpað upp í fyrstu línu í fjarveru kapteinsins Andra Mikaelssonar sem er jafnað sig á COVID. Sem og fleiri. Það er strax komið færi. Fjölni með skot að marki. Freka laust skot sem að Róbert tekur auðlega. Hafþór koni sókn. Skot sem að Elvar tekur. Þessa menn ennþá inn í varnarsvæði Fjölnis. Unnar setur hann. Skorar hér fyrsta mark skautafélags Akureyrar. Hyrðir hann að varnarmanni Fjölnis og Elvar nær ekki að verja hann. Þokkaleg mæting í stúkuna.
og lítið hann ætti að gera þriðjudagskvöldi, held ég, en að skella sig á góðan hockeyleik. SM-menn reyna að byggja upp sókn, Fjölnir pressa vel á. Baltasar kemur honum á Heiðar. Það er Drú pressar á hann. Sölvi hendir þeirri sinni í varnarsvæði, skutur verið að Akureyrar. Atli, það er ekki hitt á Heiðar. Róbert dömpar þessu inn. Atli með pökkinn, leitar, gefur hérna erfiða sendingu á Bjart. Róbert Pálsson fyrir Fjölnir, kemur hún upp. Nessa pressar stíft, Einar Grant. Það er varið. Já, Elvar með þriðju vörsluna í kvöld. Sveiflar hanskanum. SM-menn í sókn. Afi mættur frá Liverpool, aðeins ryðgaður eftir flugferðina. Óli Bati. Hafþór. Fjölnismenn á komin út fyrir. Halldór leitar. SM-menn komið sókn. Vel blokkað hann í vörninni á Fjölni. Unnar Rúnarsson leitar. Atli skot í Emil. Og lætur finna fyrir sig í leiðinni. Já. Einar Grant fyrir þessa. Sér hann hana. Það er dómur. Einar Grant. Það er 2 mínútur fyrir tripping. Ætlaði nú sannlega ekki að gera þetta, ég þekki hann rétt. Enda ákaflega góður maður og vill engum illt. Þá er powerplay arkitektinn Emil kominn inn á. Fyrir Fjölni. Á 14 mínútur og 23 sekúndur er refsing af lið SA. Leikmaður það er Kakan. Einar Grant var 2 mínútur fyrir tripping. Sem kemur beint úr bókunum hjá Emil. Mikið notuð hér árum áður þegar hann var í landsliðinu.
Og við heyrst hefur að hann ætli nú að bjóða fram krafta sína í landsliðinu ef að áhugi og líka minn heldur. Sem mætti nú að gera, hann nú ekki gamall. Ef við miðum hann við aðra ónefnda leikmenn. Robert á tófnum. Gunni tekur þetta á líkamann og Mattias hendur þessu út. Ná að eyða hérna aðeins að tímanum. Vantaði kannski fleiri skot hjá Fjölnismönnum þannig að pökkurinn gekk svolítið á milli en SM kannski ekki að hleypa þeim í mörg færi svo sem. Pökkurinn út af. 23 sekúndur eftir að refsi tímanum. 6 mínútur búnar á lotunni. Staðan 1-0. Markið skoraði Unnar Rúnarsson. Gunnar kemur þessu út úr stæði. Jói pressar á þetta. Já. Hann að trufla hérna en Úlfar. Orri Blöndal sendir yfir Gunnar Arason sem finnur Jóa, finnur lappirnar ánum allavega. Fann ekki teipið hjá honum. Viktor kemur þessu út. Óli dundar þessu inn aftur. Þessa menn stilla upp í fortekið. Unnar pressar á Róbert. Viktor fyrir Fjölni, nær að koma inn fyrir, en Atli sér við honum. Kára Heiðar fyrir SA. Nær ekki skota markið þarna. Stórhættulegt skot þarna. Unnar nær að tippa pökki niður en framhjá fer hann. Atli Þór. Derek fyrir SA. Leitar eiginlega bara einn á móti Fjölnismönnum hana. Ekki mikla hjálp. Orri yfir á Einar. Skot sem að Elvar Ver. Kára Fjölnismenn. Emil keyrir upp. Nei. Mátti reyna. Grant. Ævar. Komin aftur úr fríi. Kasta niður brúnn og fallegur. Æsing. Já.
leikurinn svona tiltölulega rólega stað. Ævar kemur þessu niður í hotbara. Mattias pressar. Gleymir kylfunni. Oft betra að hafa hana með Matti. Sölvi fyrir Fjölni. Tilbaka. Ólafur pressar á Úlfar. Emil, 1 á móti 4 rauðum. Þá Elvar Jónsdóttir mættur. Þyrlan nýlent. Já. Fjölnir í sókn. Hvað segir þið? Bara mjög gott, velkomin. Jú, takk. Það oft þung umferð á þriðjudagskvöldi á Akureyri, ekki satt? Það víst þannig. Drottningabrautin oft þétt setinn svona. Tók smá stund, komast henni niður. Þetta hefst aftur lókum. Já. Já. Áfram með smjörið, Atli. Munaði litlu annar en þetta. Já. Atli bara þenni heppinu hoki krossleiki á sérna. Atli hana, missir hann. Barátta í horninu. Bökurinn laus. Þetta verið eins og rúbbi þvaga hana. Maður veit ekki hvað maður að segja, það bara hrúa. Já. Róbert. Nei. Það reynir að senda, hann hefði mátt bara negla á markið hana. Vera bara. Það var aðeins óeigingert hjá Robba. Já. Hann hugsaði hérna sæll að gefa en þiggja. Karma og svona, fá allt tilbaka. Já, Baltasar. Það er leikmaður nummer 10, Jóhann Kristjánsson með pökkinn. Hann 1 þarna. Úli Okkar besti maður, Úli. Instagram stjarnan okkar. Já. Mikill mannvinnur. Hann Balti. Nei, þetta hann. Rock and roll hockey. Staðan 1-0 fyrir Víkinga. Já. Halldór. Vinnur Matta. Kemur út úr sæðinu. Þeir negla þessu brenn aftur. Matti með settingunni yfir. Bjartur. Nei, var ekki alveg viss hvað hann ætti að gera við hann. Róbert. Kemur hann ekki inn. Og Ævar sem hirðir hann upp á miðinni. Ævar að þannig að Já, fína sendingu á Mattias sem inn að fara hérna inn á móti Sölva, stígur fram hjá honum. Vantar hann að Ævar kemur í hjálpina en Drúf nær honum. Drúf búinn að vera óheppinn, hann kom hérna til Fjölnis í byrjun vetrar og slasaðist í fyrsta leik. Kom frekar seint tilbaka eftir meiðslin, var fyrir leiðilegum höfuðmeiðslum. Það var ekki bara heilahristingurinn sem víst algjör viðbjóður. Það var okkar maður Emil Alingard.
Já, hann vinnur okkar allra. Úli í það. Slagsmálur Halldór hana og Já, Heiðar Halldór nú ekkert, það er ekkert lamba leika sér við, sko. Ekki Heiðar með hann. Kemur hann niður á Halldór. Halldór þvert fyrir og Derek við það gónum inn hana. Já. Gunnar, hirðir hann upp. Út á Gunnar og það er vontanir og hann. Framhjá. Heiðari. Sýttir ekki á markið hana. Hann er góður í stöðu. Halldór sleður of mikið. Gunnar hirðir hann upp. Býtur nú við. Tripping á Halldór. Já, ok. Ég vona að þú sé búinn að tilkynna öllum hverjir eru línudómararnir í dag. Já, við erum búin að fara yfir það. Já. Það má kannski fara yfir það aftur. Rosalegt atriði, sko. Já. Já. Það er báðir Gísli Þórunarstrættinu þessir. Einhverju tímabóti. Já. Emil og Heiðar. Heiðar. Emil tekur þetta. Róbert. Það er bara skotið. Já, fínt skot hjá honum. Robbe ekki nokkur vandaði með þetta í markinu. Ungi leikmaður Fjölnis, Viktor. Mojcicek, Eyvi betur rétt fram. Hann fyrirgefur með það. Atli. Nei, það er ekki. Kemur þess ekki út fyrir svæðið. Robert. Og sendingin yfir og svo kemur skotið. Gott skot. Vel varið þarna. Góð sending hjá honum. Drengnum. Jóhann Kristjánsson, fínt skot hana. Beið smá stund og ætlaði að setja hann niðri. Róbert. Fikk þetta bara beint í belginn á sér. Lokað. Allt lokað. Ennþá lokað. Þess tekur það Orri hirðan upp og Orri fer bara á teinana. Setur þetta djúpt. Bjartur hirðan upp en það er Emil. Emil og sendir hérna, losar hann yfir á Róbert. Hvað gerir Róbi? Nei, hann býður. Vantar hana trafík fyrir fram markið. Ásgeir Óli heitum bara. Missar hann skotana á. Þess að kemur þessu út. Drú mistan hann á. Björn tekur klára skiptinguna. Kemur Úli okkar allra inn á. En þeir komast inn í þetta. Já. Unnar Rúnarsson. Það var að Drú. Stórfurður powerplayin. Það var svona frekar laust. Jájá. Unnar pressar aftur á þetta og vinnur aftur bökin. Næstu því. Úli hörku formi. Já, Úli er nefnilega aldrei ekki í formi, sko. Nei, Úli er geggjaður gæi. Hann er bara alltaf í formi. Og það er Drú! Er það Drú? Það er Drú sem setur Ég hann. held að sé Drú. Svíkalið mistök að Robba þarna. Herru, pakkurinn rúlla bara í spaðan og Robba og hann bara tippar hann út og Drú vippar hann rétt undir blokkarinn. Já. 1-1. Fjölnir að jafna. Já, 3 mínútur eftir á lotsfinni. Vel gert hjá honum. Mjög vel gert. Og upp úr engu. Og þeir henda bara í sjámla hérna í græjunum.
Björnin vinnur uppkastið. Emil. Og kemur sendingin yfir en hann svo först Jóhann nóg mikið. Nei, Einar með slæma sendingu þarna upp í slottinu. Já, það nettur taf ilmur á þessu, já. Og Jóleifs, stendur hans tæklinguna. Snýr hann af sér. Og Helgi Gunnlaugsson. Holding á Róbert. Já. SMN fara í powerplay. Já, það þannig. Það gaman að sjá þetta. Já. Ha. Tvær mínútur fyrir Holding og þá er það Essa sem fara að spreita sig í 5-4. Fyrsta powerplay þeirra í kvöld. Heiðar vinnur þetta. Atli lappar hér eftir bláu. Gunnar. Og Heiðar. Nei. Með geggjað skot. Skaut yfir áhorfanda. Þetta var svolítið fram hjá markinu. Já. Björnin. Mergir henni skut. Nei. Heiðar. Leitar hann af. Já, ætlaði að reyna að setja hann í fjárstöngina. Gunnar með hann. Allt í róluðu með hann. Derek. Róar þetta aðeins niður. Þannig að þá kemur uppstýringin. Atli, Unnar, Vondarður, Missunnar, Derek. CCM-in ekki að virka Unnari þessa stundina. Atli með skotið og Það er mark. hann inni. En náði Derek að tippa honum með það? Já, ég er ekki viss. Það var þetta. Já, ég held það, en þetta var annarkvar Atli eða Derek. Sá ekki alveg hvor. En flott. Gott skot. Powerplay markana. Víkingarnir komnir í 2-1. Ná að svara fyrir mistökinn undir 13. Vel gert. Sjáum hvað þeir segja. Hvað dómarinn. Hver skoraði? Derek hafði ekki náða að chippa honum hana. Mér fannst þessu Derek hafi slegið í hann sko. Við erum ekkert með endursýningu. Nei. Ekki augnablikinu allavega. Heiðar vinnur uppkastið. Halldór yfir á Gunnar. Gunni með langan fram á Róbert. Sem chippar þessu bara inn. Já. Jú. Róbert pressar á þetta. Pressa dálítið hart. Já. Derek sjámarkið. Derek fær þetta. Já. Gott skot frá Atla. Mikael reynir að losa pressuna. Gerði það vel hana. Sendingin ekki alveg nógu góð hana á Emil. Rúllandi pökkur svona. Róbert. Það var Gunnar Arason. Beint á sel. Nei. Gunnar komst ekki í gegn. Baltasar. Hýrður hann upp. Nei. Allt of mikið. Hann er með allt of mikið vaks á flaðanum sínst mér. Pökkurinn bara rann af flaðanum. Það var Matti og Ævar. Næði ekki hana. Lokar vel á hana Ulli hana. Ulli og Ævar. Mikil barátta hana. Ævar með pressuna. Ormur næra. Nei, hann er ekki haldið sinni. Ekki það Siggi sagði þetta væri rángstæða en... Nei. Nei. Það var svolítið langt frá augunum. Hann flautaði bara til öryggis. Aukast. Hann hefur sannlega sagt eins og einn dómari sagði forðum. Ég sá þetta ekki fyrir en eftir á. Sennilega. Matti og Mikael hefur það. Róbert. Leitar. Reynir að finna hérna. Ormur heldur á þessu. Kemur þessu á Ævar. Helgi flautaði rángstöðu. Það er bara þannig. Já. Við erum fannir að sjá heldur vel núna. Já. Flautan bara búin að vera í vasanum hjá Helga. Það er bara svo kallinn að glifta hann.
Hanna. Og Nei, hvað endar þetta? Bjartur í barðunni. Roberto, nei. Bjartur kemur sér djúpt. Fjölnir. býtum við. Já, lotan er búinn. Klukkan fór ekki strax af stað. Ok. Ágætis lota. Já, við förum aðeins yfir þetta. Þá held ég svona lauslega Fjölnir hafi verið með einhver 5 skota mark, cirka. Essa var með einhver 9-10 skot. Þá segir ég 9 eða 10. Ok. Þokkalega spilu lota. Ég held að þetta sé nú kannski pínu svona vísir á því sem koma skal. Þessar menn verða nú kannski svolítið mikið meira í sóknarsvæði Fjölnis. Það er að segja þeirra varnarsvæði. Já. En það vantar nú alveg góðan slatta í þetta lið þarna hjá Fjölni. Af hverju? Já, það er ekki gott að segja. Það geti verið meiðsli og annað að hrjáða á elsku kallana. Ok. Ef við förum nú yfir svona tengingar í liðunum, þá er hann hérna Jóhann Kristjánsson, sonur Ditto. Alveg rétt. Fyrir þá sem ekki vita Já. Góð tenging þar. og þeir sem vilja vita. Jó. Herri, við fáum okkur kaffi og komum á vörmu. Komum á vörmuspóri. Já.
Komnir aftur. Já, komnir sæl og blessuð aftur. Fyrir þá sem Komnir sæl og blessuð. Fyrir þá sem ekki vita það, Elvar Jónsson hérna megin og Björn Már Jakobsson í skautaðutunni á Akureyri Mekka hokkísins 2-1 fyrir SA Víkinga og annars búið að vera ágætis jafnræði með liðunum. Nokkur færi, Víkingarnir hafa átt aðeins fleiri færi. Aðeins fleiri skot. En nóg að gera hjá Elvar í markinu. Hann hefur staðið vaktina bara ágæta. Elvar Hafsteinsson, 85. Gat lítið gert í þessum tveimur mörkum. Og hinum meginn er Róbert Steingrímsson í markinu. Já, prósentan er nú ekki alveg með honum. Nei. En það breytir engu. Rúllum inn í aðra lotu. 20 mínútur á gleði. Róbertsen, heyrðar hann upp fyrir Fjölnir. Missar hann Jói Leifs nær honum. Róbert sér við honum. Guðlandi er einslaðan í Róba. Já. Fullt af henni. Emil. Nær ekki þannig. Emil með glataða sendingu þannig. Einar bara skýtur í sin einn mann. Róbert reynir aftur að koma honum út. Kemur honum svo. Þetta er alveg glatað hokki í augnablikinu. Með því verra sem við séð. Drú fyrir Björn, fyrir Fjölnir. Hann er eða með bökkin. Já. Hann er inni, Arnar Karvelsson. Setur hann bara. Drú pressa á hann hana. Vörnin alveg steinsofandi hjá þessa mönnum. Algjörlega sko. Og hvað getur maður sagt? Já, það er bara áfram gakk. Það var skeytað á vörninni og markmaðurinn var ekki í markinu. Nei. Þannig að þetta var svona... Þetta var samspil. Nei, en punktur. Gott hjá Fjölni. Já, Arnar Karlsson búinn að jafna þetta. Og þá fáum við bara skemmtilegra hokki fyrir vikið. Já, Drú, það sem við viljum. Sendingu fyrir hana. Úlli. Já. Það er liggur henni. Glórulegs varnarvinna hana hjá Víkingunum. Já, Derek kemst. Og Derek yfir og Unnar skorar! Unnar Rúnarsson setur þetta beint í endlitæðum. En búinn að vera glórulegs varnarvinna hana hjá Víkingunum. Derek stelur svo pekkinum, fer fram. Og gott samspil hjá þeim. með gullfallega sendingu. Og Unnar kláraði þetta. Ég er nú ekkert viss að Unnar hafi sendt yfir sko. Nei, Unnar hefur aldrei sendt hann. Ef hann líkist föður sínu. Jó, hann er alltaf sendt hann. 3-2. Frábært. Ekki 2 mínútur liðnar af annari lótu og við erum búin að hafa 2 mörk. Já. Svona áttu að vera. Víkingarnir taka aukastið. Atli tætir fram. Stutt spil hann að. Og stoppar Viktor hendur múti. Já, rángstaf. Já. Siggi sá þetta á línunni. Enda spilið rétt hjá honum. Það er skott að Siggi og Helgi er ekki að telja mörkin innan maður. Nei, hvað þá Helgi?
Það er því laglega. Það er ekki gott að hafa Helga sem markadómara. Nei. Það er ekki gert það. Æja. Hann á einu saga. Ormur. Gefur hann út á Baltasar. Aftur á Orm. Á Róbert. Og Robin er ekki að losa hann, heldur áfram. Tekur eitt mjáðan múf hann á, skýtur bara á markið. Já. Ekki svo galið. Víkjandi klára skiptinguna. Viktor kemur honum ekki út fyrir Fjölnir. Jú. Og Emil. Og misheppnuð sendingarna. Rángstað. Jóhann. Nei. Það er mistað þessu. Jóhann. Róbert. Setja langan hérna á 77. Robbi rippar hann út. Arnar, að chip. Og Orri Blöndal. Arnar í pressunni. Arnar hefur betur og kemur honum næstu fyrir þarna. Sölvi Egilsson beigir eins og haukur hann fyrir fram. Eftir sendingunni. Eftir bráðinni. Já. Það var Ævar. Ævar. Nei. Orri Valdimarsson. Við vorum lengi að finna hann á hann. Hann var merktur nummer 4 hjá okkur en er nummer 17. Þannig að það var svolítið erfitt að finna hann. Hann er fyrir inn, Orri. Já, við vorum búin að leita á honum. Já. Og Æsing. uppkast inn í varnarsvæði Fjölnis. Og það er Jóhann og ja, hver vill fara á mótunum? Það er Drjú. Inni Haffi! Hafþór. Hökkurinn kom hana, laus rúllaði fyrir Haffa. Setta hann út í stöng, klíndan 4-2. Já, hann bara svona datt fyrir hann hökkurinn einhvern veginn. Það var svona pínskrítið. Ég lýsi nú samt eftir markmannum hérna í þessum leik, sko. Það er ekkert komið meira, þetta er 8 skot á marki, sko. Það er ásakert, við segja. Já, við skulum gefa honum breyk. Hann er að... Þeir eru búin að Ég er að vera... vera báðum megin, sko. Góðan daginn, sko. Hvað er að koma mörg skot hjá Fjölnir á markið hjá... Það er, sko, eitthvað nálægt 15. Ok. Hins vegar Fjölnismenn hafa verið óheppnir í vetur. Ja, kannski ekki óheppnir beint, en það er búið að vera markmannsbras, menn meiddir. Og hafa þurft að leita á náðir svona, já, eldri manna, ekki það sé eitthvað verra en... Nei. Það var að Derrick. Hann er með Jóa. Jóa Leifsson! Glæsilega varið hjá hann. Já. Hann svaraði þessu. Hann svaraði, tróð þessu í andlit hjá okkur. Já, þessu var geggjuvasla. Derrick gaf hann aftur þarna yfir á Jóa Leifs sem að... Vel spilað en Elvar neitaði. Beint í fanginu Elvari. Vel gert hjá honum. Flott mann þetta. Drú. Þetta er það sem við vildum sjá. Já, þetta verður að vera svona. Ára Ormur, sem að sendir hann og flaug hann yfir. Markið. Ormur heldur hann minni. Drú. Kemur hann út og Arnar missir hann. Unnar næra koma sér í gegn. Aftur verið Elvar. Elvar er bara, hann er komin í einhvern gýr eftir þessi ummæli hjá Elvari, hjá nafna sínum. Svona áttu að vera, en við köllum eftir þessu. Já. Flott. Búm. Heiðar, Drú tæklar hann hana. Og er eitthvað í þessu. Hann er pökkurinn er laus hana. Markaskorarinn Arnar Karvelsson var í slagsmálum hann við Orm. Já, það er aftur færi. Og Unnar. ætlaði að reyna að vera fancy. Já, þetta er bara... Herru, það er komið fæ... Já. Þetta er bara snemt í það og Emil Allegard kominn í sókn. Leitar að mönnum. Bara átt á rammanum þarna. Já.
Heiðar, kemur út. Robby pressar á þetta. Viktor, hirðir hann upp fyrir Fjölnir. Nær að snúa hann af sér. Já, gerir vel. Já, þessi aftanmarkið kemur sér upp slottið. Og fer svona. Einar. Já, langur þessi. Orri Blöndal. Þannig að þurft bara rétt að chippa hann á Viktor hann. Já. Góð sending en Róbert nær ekki halda honum og Róbert fyrir Fjölnir, hirðir hann upp. Skýlar honum hann og allar að koma honum út en setur hann í hinn ein mann bara. Já, fer í hauk hann og mann og annan. Ævar með lúmska sendingu yfir og Fína sendingu. Og munaði litlu Halldór skot og aftur verður Elvar. Elvar alveg sjóðandi núna. Hann er konið gýrin núna. Vel gert. Herru, þetta er hörkur lótamissi. Já. Allt í gangi. Matti og Drú í uppkastinu. Matti vinnur það. Halldór reynir bara skoti en Já, kannski hálf vonlaust færi. Já. Það mátti vera aðeins skimsari með hann kannski. Róbert. Og hvað verður úr þessu? Ævar! Kemur hann í slottið þannig að ætla að reyna að finna einhvern. Haukur. Gemur hann ekki á Drú. Slagsetting. Það var Ævar. Hann ætlar að setja hann. Og enn verður Elvar. Jájá. Þeir eru búin að skjóta hann í gang. Það er bara flott. Bara geggjað. Þau voru bara síðustu 2 mörkin sem Fjölnir fekk á sig og 2 mörkin sem að Víkingar fekk á sig voru bara ekki nógu góða vörslu sko. Nei, þetta var slátt. Þeir voru ekki nálægt þeim sko. En komnir í gírinn. Váum alvöru leik. Helgilega Hönd þarna í raundatabúningnum. Já, hann vil að menn fara eftir reglum hann sko. Það setja reglundar hann, Erlin. Þá er það hvað? Hver hirðir hann upp? Bökkurinn á ramanum, það er að sjálfsögða Emil. Já, Emil yfir Óla okkar allra. Óli með sending á Emil, Solti, svöl sending í slottið hérna og Emil. Og það var Viktor, en hann er svo stuð. Hann er að finna Mikael hann að bláu, góð hugsun. Róbert kemur þessi leik aftur. Auðvelt skot sem hann tekur. Arnar er fínt skot hana. Ára Jói Leifs. Jói Leifs fær úr sér tekkingu hana, stendur hana, Robby og þá var Haffi. Haffi með lúmskan og Elvar út úr markinu. Lokar á Jóa hana. Það er enginn í markinu og jú, kominn. Haffi! Haffi setur hann aftur. Hinum megin stönginni. Búinn að taka hægra megin stönginni, tók vinstra megin stönginni núna. En Elvar var í vandræðum, lendi þarna, misti kilvuna og lendi út í svæðinu. Já. Og var að koma sér í... Það var að koma sér í stöðu þegar skoti kemur. Já, þannig að... Gat lítið gert þarna. Já. Vel getur Víkingunum, Haffi hirti þetta. Og staðan er 5-2. 12 mínútur og 35 sekúndur eftir í af annari lótu. Grandi sendi yfir á Heiðar. Unnar með sendingu langt aftur við Orra og Sölvi næstu búinn að komast inn í hana. Heiðar. Heiðar ennþá með hann. Næri ekki að setja hann á, ætlaði að finna Unnar. Heiðar ennþá með hann. Einar, Orra. Orri gott skot sem Elvar tekur. Einar. Næri að koma þessu. Derek gerir þetta. Þetta er vel gert. Næri einhvern veginn að góð pressa. Halda þessu inni með því að sprelli góðsastanna. Robby kemur hann út. Fjölnir klára skiptinguna. Og þá er það Grandi. Yfir á Halldór. Ekki gott að lenda fyrir honum á ferðinni. Hann er eins og góður Caterpillar.
Fín barðana, Viktor, Róbert hefur betur, Robby sendir blind aftan við sig. Átt að fara á Halldór en dreif ekki. Aja, Gunni. Hann fipar. Það gat í öllum gilvum minna. Já. Villi vekk. Jóhann. Þeir passa hana að Basti og Elvar lokar á hann. Orri. Og Darra að dansa þarna fyrir aftan markið. Baltasar kemur þessu tilbaka á Róbert. Halda góður í pressa á þessu núna, búinn að vera í svolítið stund. Liggur eitthvað í loftinu, Ormur. Kemur þessu djúpt. Aðeins of en, ok. Bjartur. Með sendinguna. Ævar kemur, reynir að... Já, Það er Halda að segja þá. Bakkurinn er ennþá inn í svæði Fjölnis. Emil pressaður. Hann er dátt. Ekki kannski alveg leiðinn. Nei. Fór í gegnum slottið hana. Ára Orri. Með sendinguna og... Bakkurinn boppar hana. Fjölnis með komið þessu út, hann vantar alltaf síðustu sendinguna samt. Úli. Þetta er bara ekki nógu góð sending. Ára Ormur. Hanna, Ævar. Snýr pökkinn. Heldur hann var með 3 í sér hana. Drú í baráttunni, Jóa og Úli líka. Jói. Best 1 þannig á móti 3. Enginn er aðstæða menn. SM-menn fórum bara Jói er skiptingu. ennþá með hann. Sendir hann og hann er inni. Og það er Ólafur Björgvinsson. Líkominn inn á. Innbæðingur. Kottnungur. Veistu hvað hann er gamall? Herru. Hann er fæddur. 2004 eða? Nei. Já. Komið sæl og blessuð. Hann er 15 ára gamall. 15-16 eitthvað. Mjög gott. Ungur upprýnandi spilari. The Gentle Giant. Já. Einar. Svæfði bara. A.k.a. Grant. Býtu nú við. Þetta var nú ekki rétt. En allt í góðu. Breytir engu. Var það dæmd æsing eða? Já. Já, þetta var ekki réttur dómur. Við vissum það. Hafa, Víkingarnir hafa það. Einar. Kemur honum djúpt. Róbert. Og Jói Leifs hana. Hafþór reynir að finna Jóa. Hann er búinn að vera með Houdini hérna dálega og marga. Já. Jói Leifs. Þeir ekki vita í hverju liðin hann hefur farið fram hjá þeim hana. Trekk í trekk. Staðan er 6-2. Nú verður Fjölnir að svara. Þeir þurfa að ná einu marki inn núna til að svona aðeins að þeir þurfa að fá blóð á tennurnar. Já, uppkastið. Vel varið þannig að Heilar droppar honum. Tekur hann að semi-Russian delay. Og Halldór með lúmskot og Unnar tekur hann á loftið Glæsir eitt mörk hjá Unnari Rónesinni. Tekur hann á loftið það gælir. Þetta geggjað, tók með honum, vippa honum upp í loftið og tók hann svo loftið í gennum klófið á Elvari Hafsteinsinni. Staðan er 7-2. Já. Lítur ekki vel út fyrir Fjölnir í augnablikinu. Hann hafði kannski varnarmenn Fjölnir sátt að stíga bara inn í Unnar og ekki leyfa honum þetta sko. Nei. Halda honum frá pekkinum. En gríðilega vel getið Unnari. Atli Sveinsson.
Já, Hann fer bara í gegnum allan hauginn. Heiðar, sending á Róbert. Róbert hendur eins og markið. Það alveg óhræddur við að skjóta horfið. Ég held að sýnist að skipunin hjá Sami hafi verið þannig dálítið eftir fyrstu lótu að setja hann á markið og vera með trafík. Já, Róbert. Heiðar. Út, Ormur. Skaut Setur hana aftan í Baltasar. Baltasar. Gott að fá hann aftan í sig. Og Heiðar. Bara átt á rammanum hana. Hanna. Úlfar nær þessu að sjálfsögðu. Já, Einar. Einar Grant setur þetta bara á markið. Skýtur bara. Róbert hyrðir hann upp. Aftur út á Einar. Hann setur þetta bara aftur á markið. Einar lætur vaða hinum einn og Elvar tekur þetta. Grípur þetta. Þetta er grípið. Það er timeout. Fjölnir. Já, Fjölnir búið að byrja. Emil líst illa á þetta. Þetta er búið að vera dálítið Já. út og suður hjá þeim í vörninni. Við þurfum kannski að fara svona aðeins að gera sig í brók og kannski bara taka mann. Það er bara meiri liðsild í þetta. Þú veist. Já, þetta er svolítið þeir eru svolítið mikið að elta þessa mennina og þeir þurfa bara kannski að róa sig aðeins og bara tala meira saman inn á hver tekur hvern og halda þeim bara út á Robbi, Emil og Úlfur er ekki að gera þetta einir sko. Skilur? Nei. Það þurfa að vera 5 sko. En þeir eru með unga stráka Fjölnismenn. Já, og voru ekki lengi að skora 2 mörk á hann, þannig að Það má ekki hleypa þeim í færi, sko. 7:33 sekúndur eftir á þessu lótu, þannig að það er nógu tími. Það er tími fyrir 10 mörk. Kannski ekki 10. Jæja. Ætli sænska múffan hafi kokkað eitthvað upp núna. Já, ég hugsa hann að nú bara sagt þeim að vera óhræddur við að halda í pökkina aðeins og finna mann í staðinn fyrir að henda pekkinum alltaf frá sig bara. Ævar með vondarsendingu þarna. Strax komnir í sókn eftir timeoutið. Og Emil. Og barátta þarna. Orri Blöndal, jarðsetti Emil. Það var Ævar. Í baráttunni. Söss. Það var hressileg tækling. Hérna. Já. Það var hressileg. Það var smá kíló á munur þarna. Aðeins. Artur. Fekk hérna Emil, nei hérna Ævar á sig. En stendur upp. Jájá. Hraustustrákur. Grótarður. Jói Leifs og Drjú. Já. Hver mun hafa betur? Það er Jói. Halldór. Missefna þarna. Skot hjá honum. Kemur sér djúpt. Hafþór pressar á þetta. Stendur á sér. Jói Leifs. Lappar þarna inn. Þetta er það sem þeir náttúrulega verða að stoppa. Já, góðan daginn skói! Nei. Glæsileg. 2 skot frá Óla þarna. Herðu, Jói senda hann í gegnum. Gunni. Rétt yfir. Ekki nóg með það. Elvar ver hann glæsilega. Fyrsta skotið. Þá henda þessi fyrir skotið hérna varnarmennin hjá Fjölni sem er, það viljum við sjá, að menn fórnir sér. Jájá. Gunni, hvað gerir Gunni? Þetta er... Gunni skilur hann eftir á bláu, Drjú. Drjú dömbar hann út, Fjölni tekur skiptingu. S-menn líka, klára hana. Unnar Rúnarsson. Og Unnar er tæklar, Emil stígur hann út, vel gert. Og þá er það Jóhann Kristjánsson. Leitar. Fær hann að takkingur á Derrick. Takkurinn út úr sæðinu. Emil, Robbi. Já.
Heiðar Steinleikur hana, ekki sjálfur sér. Já, það er svona allt annað að sjá Fjölnir eftir að tóku leiklið. Já, fínt. Aðeins búin að stilla þetta. Hanna, kemur Robby. Hvað gerir Robby? 1 á 4. Áttu aldrei möguleika hana. Já, bara Halldór. Gunnar. Sendir hann yfir á Halldór og Halldór skýtur bara framhjá. Hann var búinn að hreyfa Elvar. Og Derrick rífur hann upp í þagnitið. Derrick. Já. Derrick Úlfæ. Hýrði bara upp pökkinn og setur hann framhjá. Veit bara eftir að hann settist hann og sett hann upp í þagnitið. 8-2. Staðan 8-2, já. Já. Atli. Sendir hann djúft. Úlli hirðir hann upp. Atli. Og skýtur bara. Já, kemur þessu bara á markið. Balti var á liði blokkina hann. Já, ætlaði að reyna að tippa honum. Ekkert svo vitlaust. Smá hrúa. Og út úr hrúinni kemur Róbert með pökkinn. Sterkur á pekkinu. Hann stendur enda ennþá á sér. Næri ekki að finna Heiðar hann að. Aja, Heiðar. Viktor vissi ekki að hann væri með pökkinn. Nei, var hann á milli lappan á honum bara. Úlli og lenda hann í Ævari. Hvað eftir hann á hann í horninu? Það er nú ekkert grín. Það er bara eins og Við komum aðeins út úr stæðinu. Ormur sterkur hann á kilfunni. Já, og Ævar. Leitar, það eru 3 menn í sóttinni. Já, Bjartur hann með honum og Ævar! Nei, Elvar tekur þetta. Já. Ver. Það var Emil Allegan. Kristján, nei, Jóhann. Skot framhjá þannig. Skot framhjá. Róbert. Robby. Nei, Matti kemst inn í sendingu. Robby nær honum aftur. Dömpar þessu inn. Heldur bara áfram pressunni á Einar. Hafi. Sjáum við Hafa, séu sprettinu Hafa og hvað gerir Hafi? Nei, skýtur honum bara Enga takki hattatrixið þarna. Skýtur honum bara út af vellinum sko. Já, þetta var svona miklu nær loftarist í rörunum heldur en rörunum á markinu. En honum langar í trixið. Elvar gerir vel, lokar á hann hann. Já. Þessi við erum að fórna húr með hann. Já. Gallinn tekur trixið. Það er hannig. Æja. Grandi. Nei. Hafþór yfir á Orra. Orri. Kemur hann um Ólafana en já, mitt. Senda þetta bara í djúpa pressu. Já. Jói og Ólafur pressa á þetta en Róbert. Villandi reynsla í honum hana. Hafi. Hafi klára tæklingur og pökkurinn rúlar í gennum teginn. Jói Leifs næstu búinn að krækja hann hana. Býður hann að leikmanni Fjölnis velkomin til Akureyrar og aftur ver Elvar. Já, vel gert hana. Aftur ver hann er það er stórleik í kvöldan Elvar. Já. Það er ekkert auðvelt að vera markmaður, fá svona mörg skot á sig í leik, það getur verið erfitt. Og Heiðar. Í þessum eðlilega hockeyheimi, ef við megum kalla það, þá er markmennir ekki nema að fá kannski svona 20 skot á sig í leik, 20, hámark 30. Akkurat. Alla leikinn sko, hann er nú komin vel yfir það sko held ég. Fjölnir ná smá pressu hana. Og Mikael í pressunni á Gunna. Hvað gerist þessu? Emil pressa líka. Mikael áfram. Og Nær að trufla. Já, fín pressa í augnablikinu. Já. Þess að nær að losa þetta.
Heiðar kemur hann djúpt á Unnar. Bara í skiptingu. Derek Klárar tæklinguna. Klárar tæklinguna, vel gert. Unnar líka, Óla, Unnar hirðir hann á honum. Og skoti. Já, vörnin tekur þetta á sig. Og Baltasar með puckinn. Hann vil ná skotinu. Ormur. Gott skot á marki sem Elvar tekur. Puckurinn laus þarna. Heiðar. Sendir hann yfir og inni! Róbert! Já! Glæsilegt, Róbert Hafberg. Hamraði hann upp í þverslan á niður. Sendingin frá Heiðari, vel gert. Flott mark, glæsilegt mark. Þetta er gott mark hjá honum. Mjög. Enn og aftur hann mættu varnarmenn Fjölnis taka leikmann út hann í slottinu. Það má ekki skilja mann eftir bara í slottinu. Nei. 1 mínúta eftir, annarri lótu. Þannig 9-2. Við komum með 11 mörk í leikinn. Já. Það er svolítið mikið fyrir hockeyleikvissi. Já, það er svolítið mikið. En gaman fyrir áhorfendur. Mjög skemmtilegt. Full höll á Akureyri. Og lífið er hans að vakna eftir COVID. Ævar með skotið og hann var verð. Robby með lúmskana. Orri les þetta. Æja, árið 2, Drú. Þeir eru 3. Og hvað verður þessu sendingin og? Róbert gerir vel hann að ver með legg. Aftur, Robby verð aftur. Orri hirðir hann upp. Flott varsla hana hjá Róbert. Já, hann er að setja tánna í þetta. Það getur verið erfitt líka að samanskapið að vera markmaðurinn hann sem að fær fá skot á sig og þéttur pakki hérna fyrir aftan. og styrður af kulda. Já, Emil Orri missar hann út. Svekkjandi missa hann út í þessari stöðu. 6 sekundur þessi lota er búinn. Já. Og Fjölnir nálægt í að setja þriðamarki sitt hana en Já. lotan var víkingamegin algjörlega dóminerandi þeir yfirspiluðu á. Fengum 8 mörk í þessari lotu, takk fyrir. Það er hrikalt í einni lotu. Þannig að hérna vonandi ná Fjölnismenn að aðeins að stilla strengina og koma tilbaka. Við förum og fáum okkur smá kaffisopa á. Fáum okkur hressingu og förum svona þessi lótum við komum tilbaka.
Já, þá erum við mættir. Já. Það er myndatökumaðurinn ekki mættur. Já. Herri, það segir mér sér rosalega lota framröndan. Já. Ég sá meira að segja að Jón Gísla var hérna á heflinum á hana. Hann tók eins og við takkit á Ólympíuleikunum. Já, ekstra svona. Hann fór tvöfalt yfir hann. Já. Það er eitthvað í hérna uppsiglingu. Já. Hjá Víkingunum sem að Jón hefur fundið á sér. Það er nokkuð ljóst. Nú. Það segir mér eitthvað að það fara að rigna hérna eftir smástund. En næstu leikir, já síðustu leikir SA í deildinni eru raun og veru, það eru doppulhettir helgina við SR, föstudag og laugardag. Jep. Og svo mæta hér Fjölnismenn aftur á þriðjudagi næsta og spila hér síðasta leikinn. Akkurat. Það er bara líka gott að minna á það. Ég meina, það verður fullt af K.A. Þórs og K.A. mönnum í borginni hvort þið er í vikunni og fram að helgi. Þannig að þeir geta alveg mætt á föstudaginn og horft á hockeyleik. Já, í staðinn fyrir að vera út að borða bara. Við erum að bíða eftir fleiri handboltaleikjum. Já. Þannig að eins og má líka benda á að það er tveir leikir í kvennadeildinni næstu helgi. Já. Skautafélag Akureyrar gegn Skautafélag Reykjavíkur. Tveir leikir laugardag og sunnudag. Hvetjum alla sem er á Akureyri að koma og horfa á stelpunar. allir sem eru fyrstir í að horfa á íþróttir, endilega. Það er nóg framöndan. Nóg framöndan. Þriðalóta hafinn. Og það eru Víkingarnir sem eru með pökkinn. Hafþór Sigurðarson droppar hann yfir á Derrick. Og Derrick með skotið! Kemur hann í Úlfar. Það er að blokka skotið aðeins til hliðar. Unnar Rúnarsson heldur þessi inni. Og
Heiðar Kristjánsson er með bökkinn. tekur hann að gott múl og stöngin út. Stöngin út í honum. Fín tækling. Finnur hann að Gunnar. Gunni með skotið. Elvar með fallega vörslu þarna. Með trafík við fram að sig sér skotið seint. Mjög. Ver þetta glæsilega. Derrick var hann í blokkinni. Já. Mjög flott. En það er líka þannig að ef að Víkingarnir vinna þetta í kvöld. Þá eru þeir orðnir deildarmeistarar. Já, það er ekki fyrsta skipti. Nei, það er nú ekki fyrsta skiptið. Og Örugglega ekki að síðasta. nei. Þannig að þeir eru múin að með sigri í kvöld tryggja þessir heimaleikaréttinn í úrslitunum. Sem er frábært. Þeim verður þá takist þeim að klára þennan leik. Þá fá þeir afhentan deildarmeistarar titilinn hér í lok. Já. Og svo er heimaleikur Björnin kemur aftur á þriðjudaginn, ekki? Jó. Þannig að það er aldrei nóg framöndan og svo úrslitakeppni og allskyns gleði. Allskyns gleði, úrslitakeppni, hún er núna í mars og svo í apríl þá er heimsmeistaramót karla í Laugardalnum. Þar sem landslið okkar er að spila á svona öðrum þjóðum. Jöp. Hvetjum fólk að fylgjast með því líka. Þannig að veisla framöndan. Ormur hendur honum inni og Baltasar. Já, raun og veru meiri í gangi. Það er önnur landslið sem er eftir að fara erlendis að spila. Það er fullt af hokki eftir. U18 Rúna fer eitthvað með U18 liðið, ekki? Jú, og svo kvennaliðið okkar og svo fer undir 18 ára kvennalið fyrsta skipti til keppni til Tyrklands. Þetta er alltaf opnast. Já, átt að fara til Tyrklands. Það átt að vera í janúar en fell ekki þeim megin vegna COVID ástands í heiminum. Alþjóðasambandið er að negla niður núna dagsendingar fyrir U18 kvenna. Það er gangur í þessu. Jájá. Orri Blöndal. Slæma sendingu þarna út fyrir Einar Grant. Einar kannski mátt vera nær honum þarna. Svolítið langt frá honum. Rólegur á pekkinum. Og kemur bara skot á markið sem að Elvar ver. Matti. Sendingin, önnur slæm sendingan út fyrir. Þetta er dýrt. Bjartur náðu ekki senda hana. Og Einar róar þetta niður. Kemur hann yfir Orra. Orri með langa fram á Haffa. Haffi elskar að fá hana. Já. Hratt á bláu. Og þykist nú vita hún er langin og líka alveg að setja eitt í viðbót. Gunni Arames. Vel varið þarna. Hafþór. Nei. Kemur hættuleg pökkurinn og Jói Leifs. En Úlli. Þessar menn eru nú ekkert að slaka á þú staðan sér 9-2. Það sýnst mér ekki. Emil í baráttunni en það eru bara á margir rauðklæddir hérna. Og það er að koma inn á markaskorarinn okkar Ólafur. Fekk hérna sending hann, Óli Batti, hann er í 10. bekk, hann er að verða 16 ára. Já. Sem að skora á hann, sem er mjög flott í meistaraflokki, gerir það betur. Já. Frábært, flottur leikur í honum. Og þá er Róbert fyrir Fjölnir. Viktor, kemur honum ekki út fyrir, Halldór. Með góða sendingu yfir á Gunnar sem var skítur. Elvar verið þetta. Pressan en þá kemur Einar Rúnarsson. Neglið þannig yfir markið. Menn grípa bara fyrir. Sendi inn headhunter hérna inn í mitt slottið. Það var Halldór. Og Halldór. Sem fór yfir þauslana. Þetta var svona einkennilegt. Það var einkennilegt. Halldór aftur pökkinn. Og Heiðar. Minni, já, skot frá Halldóri sem að Derrick tippar honum inn og Derrick hann er með 2, nei hann er með 3 þetta er hattatriksi á Derrick, það er þannig en svo leiðis, þeir eiga séns á þessu Hafþór Sigurðarson og Unnar Rúnarsson eiga möguleika á þessu líka þeir eru báðir komin með 2 mörk en Derrick setti þarna hattatriksi þriðja markið sitt í leiknum yfirvegað og flott hjá Derrick. Já, sterkur hann fyrir fram á markið. Já, hann er bara alveg rétt staðsettur, það er málið sko. Hann kemur úr bændahokkiðinu í Manitoba.
Hann Derek. Ormur. Það ekki að setja hann á Derek. Jóhann komst inn í það. Úlfar hendur þessu, pökkurinn yfir. Já, það er Martin Mörgu. 10-2. En við þetta er nánast tæklingalust hátt í hvort sem sko. Já, ég veit kannski engin þörf á því líka heldur, þannig að þeir eru dálítið að skauta í kringum bara Fjölnismenn. Þannig að sendirna hjá Víkingunum verða bara öruggir og öruggir eða verður ekki snertir sko. Já. Það er ekki flókið. Emil í uppkastinu og Heiðar. Og Heiðar hefur það. Orri hirðir hann upp. Orri aftur yfir Orra. Orri yfir á boltann. Drjú hana í pressunni. Já, Robby rífur hann inn á marki bara. Já, nafni hans stoppar þetta öðvitað og kemur í leik aftur. Og Einar finnur ekki mann. Nei, það sýna sig ekki. Og þá er það Emil, stóhættur Nei. Orri, og Orri nær ekki, jú, nær sendingunni. Já, var ángstað að það ekki, nei. Róbert, skýtur yfir. Orri næði þessu bara aftur. Gunni. Nei, og hann setur hann beint beint Emil í Hannegard. Emil. Geggjusending, Emil. Já. Það er 3. Skotið hana frá, já, mér sýnst það vera Jóhann Kristjánsson sem að skaut og drjú tipp á honum inn. Það ekki? Já, ég held það alveg örugglega. Vel gert. Akkurat, þú vilt ekki missa hann á blálínuna á móti Emil. Nei, hann er algjör galdramaður með pökkinn, Það er bara algjör dauði, sko. Þú veist, þetta er bara... Hann dróði sem hann tippa á honum yfir á Jóhann sem að skaut og Derrick póta honum inn. 10-3, það er smá líf í þessu. Já. Örlítið. Það sem ég sagði, það má ekki hleypa þeim inn í svæðir, þannig að þeir geta alveg skorað þessi strákar, sko. Og Ulli. Ævar kemur hann og djúpt, þetta er bara skot á marki. Og Orri. En Bjartur hýrði það upp, reynir skotið, en kemur hann svo bara yfir á Halldór sem að... Rífur í skot bara. Atli hann að feldur, en ekki tenda á það. Ég held að hann datt bara sjálfan sig þarna, sko. Sendingin hann að ekki nógu góð. Atli hýrðir hann upp, Atli hefur hraðan, fer bara... Já. Sendur á Bjart. Bjart, síkala sending og Drú sem að nær skotinu, Robby Verða. Og þá var það Haffi. Haffi fer bara alla leið. Þá verður Jói Leifs inn á fjärstöngen. Kemur skotið hana. Þetta finna Jóhanna. Atli með skotið eftir. Hæstig, þetta er hæstig. Já. Atli Jóa. Hæstig og Jóa. Já. Uppkastið verið út fyrir. Já. Svolítið hátt. Jói Leifs og Drjú. Og Jói hefur það. Atli. Skemmtilega ákveðin áfram, hann Atli. Já. Hann er lipurskautamaður. Leður hann fær pökkinn á stelar hann 10 metrum áfram. Mikilvægt. Ormur stoppar þetta. Kemur hann á djúpt. Jói Leifs. Atli. Atli fíblar á skónum hana. Það eru 2 í honum. Og Atli aftur með hann. Kemur hann yfir Orm. Ormur yfir Ólaf, en Ólafur í baráttunni hana. Og Hafþór hirðir hann upp. Róar þetta niður bara. Þessa fyrir skiptingu. Atli leitar. Heiðar. Næri ekki að setja hann yfir. Arnar kemur kylfunni þannig í sendinguna. Og sjáum við Derrick pressar á þetta. Nei.
komin aðeins meir ferð í leikinn núna. Já. Bekkurinn aðeins voru að ganga svona. Og næstu í tækling Óla hana. Og það var Unnar. Hvað gerir Unnar? Setur hann! Hattatryggs í Unnari líka, hann er komið 3 mörk eins og Derrick. Það lá í loftinu. Sett hann á nær í öxlina á honum og inn. Gullfallegt mark. Staðan 11-3. Já, Unnar er búinn að eiga fallegustu mörk kvöldsins. Hann tók eitt á lofti á hann og svo þetta. Og hitt fallega marki átti Róbert hérna þegar hann sett hann í þaknetið. Ef við ætlum að velja þessi fallegu sko. Já. En 11-3. Já, þetta er, ég held að sé nú óhætt að segja að þetta sé orðin dálítil brekka fyrir Fjölnismenn. Já, það er alltaf að bara... En... Gerir það sig. Og Jóhann losar hann niður á Róbert. Og Róbert skautar með hann. En það er enginn með honum. Nei, það er góð pressa hjá SA-mönnum. Þeir gefa enga sénsa. Orri yfir á Einar. Einar róar þetta balti. Það er að reyna að sauma sig í gegnum þannig. Já. En Viktor stoppar þetta. Ála Blöndór. Kemur við Einar. Einar er það með hann. Rólur. Reynir að koma honum hann yfir á markið. Heiðar stóð þarna einn í slottinu. Róbert. Stórfurðuleg sending á Róbert. Og Ævar. Hendir þess á markið en þetta fyrir bara í varnamann. Ekki láta Ævar skjóta mikið. Hann er snæper. Fjölnismenn komist út. Þá er bara aftur með það og... Það er Halldór. Nei, Halldór er glórulösa. Ná, er nær ekki að hitta á Ævar hana. Uppkast í varnarsvæði. SA! Þriðja lota hálnuð. Og hvernig er þetta? Þetta er Emil. Allan daginn. Nei, úti. Úlfar. Sendir hann á yfir á Sölva en... Missar hann frá sér hann og stórhættulegt og það er Matti! Matti! Það er inni á Matta! Mattias Stefánsson! Engarsonur Olli setur hann á bakhundina eftir breakaway. Já. Þessi 12-3. Bingo! Hyrði bara upp dauðan pökk hana. Já, vel gett Matta. Smá miskilningur hana hjá varnarmönnum Fjölnis og Matti bara siglir hana inn í svæðið og setur hann. Gullfallegt. Gott að klára þetta líka. Það er... Þetta er brekka. Já. En menn er ekkert að ná í stig í innbænum nema full mannaðir. Þetta er einfalt. Og Ævar. Hvað gerir Ævar? Fíblar hann og setur hann í gegnum klofið! Ævar smellir hann hana! Staðan orðin 13-3. Já, Ævar Arngrímsson. Gott fortcheck hana. Náði pakknum stálpækinum og sett hann í klofið á Elvari Hafsteinsinni sem er búinn að vera einn í vörn hérna alla síðustu lótana. Ekki við hann að sakast. Nei. En... Trú, vinnur þetta? Já. Búinn að vera einn af þeim líflegri þarna í Fjölnir. Já. Þessum leik. Úlli. Matti. Úlli! Og það er Matti sem setur hann að markið sitt.
Datt vök bara. Já. Úlli Ara. Nei, hann ekki Arason. Það var alls ekki Arason. Hann Andresson, afsakið. Andresson, Ólafur Andresson. Já, 14-3. Þetta bust. Einfalt. Já. Áhörður að fá hvað er peningin. Já, það vist ábyggilegt. Það að segja þeir sem halda með það. Hinn líka heldur. Æja. Það 10 mínútur eftir að þriðju lótu og yfirburðir Skautafélags Akureyrar algjörir. Þetta bara orðið vandræðalegt. Átakanlegt. Ormur. Kemur hann yfir á Ævar. Ævar. Yfir á Bjart. Bjartur, Atli. Bjartur með skotið. Og Elvar nær að halda þessum. Uppkast inn í varnarsvæði Fjölnis og Víkingarnir hafa það. Einar kemur. Jóhann er að krafsi hann hana. Það er bara stoppa neila. Já. Hafþór í barðinu í Úlla. Úlli. Já. Engin betri í krafsinu en Úlli. Nei. Hvað gerir Jói? Jói með góða sendingu og hann er inni! Og það er Óli. einn góðkunni Ólafur Björgvinsson með sitt annað mark. Gullfalleg. Vel gert hjá Jóa, dregur í sig mannin, sendir svo í slottið á Ólaf sem að klárar þetta. Og það verður 2 tíma þáttur hérna að loknum þessi leik að fara yfir mörkin. Já. Það er bara Þetta Það eru aukar þáttur hérna eftir sem að það eru farið yfir mörk og stóðsendingar. En já. Það er slökna á Fjölnisliðinu í augnablikinu. Já, því miður. Og hérna Róbert yfir að Drú reynir sendinguna með missunum. Skaut í Helga Gunnlaugsson og það er Þetta er árið afleg. Derrick. Elvar gerir vel hann að. Heiðar og Derrick í baráttunni. Derrick er ennþá með hann, hann reynir að koma honum yfir á Unnar sem hann tók vondtæmur hann yfir. Heiðar og Heiðar Þessir yfir. sér yfir. Einar gerir mikinn greið og neglir þessu brút af. Já. Fjölnismenn ná að fara í skiptingu. Bæði liðskiptingu. Klára hana. Fá feskarlappir inn á. Víkingarnir hafa það. Það er Halldór. Já. Úlli. Og hann er næstu inn í Halldóri. Elvar lokar hann á hann. Markadómarinn reyndar flaggaði rauðu. En Ekki sammála. Ekki. En það kom rautt ljós. Já, þeir ætla nú að taka viðtal hana. Já, það kom rautt ljós sko. Þannig að ég veit ekki hvort það hafi verið þá. Var það ekki Halldór sem var að reyna að skjóta? Já. Ég sá bara ekki hvað. Nei, þeir geta ekki. Nei. En það engin þörf á markinu kannski. Nei, alls ekki. Uppkast.
og það eru Víkingarnir sem hafa það, Halldór og Róbert. Robby rétt yfir. Já. Baltasar yfir á Gunna, Ara, Gunni heldur hann ekki, þá kemur Úlli. Þeir tvei, Úlli hérna var með mann hjá sér hana. Æja, hvað gerum við þessu? Þeir eru slagir, Halldór skorar! Halldór setur á hana gullfallegt, Halldór Skúlason sem að klárar þetta stöngin rennur svo inn í og tekur Elvar Hafsteinsson með sér, vonum að hann sé í lagi með hann. Já. Ekki gott að fá Dóra á fullri ferð á sig en markið gilt 16-3. Það verður engar 10 fréttir á RÚV í kvöld, það er bara verður markasúpa hérna. Björn Már Jakobsson verður með sér þátt. Já. Nei, ég held að við þurfum nokkuð að velta okkur mikið meira upp úr þessu, held ég. Nei, ekki. Ég hugsa að Fjölnismenn verða nú bara fegnir þegar loka flautan. Emil heldur honum. Já, sterkur. Hann er bara einn, sko, sorry. Sérðu, hann heldur pekkinu svo vel. Já. Hanna, Robby. Lúmskot hana í endan á kilvunni. Róbert varði þetta. Og Emil tekur þessi tæklinguna, stendur upp. Og aftur yfir á Róbert. Hann reynir að setja hann bara aftur á markið. Nei, yfir á Emil sem að tippar honum hana en reynar ekki haldur hann inni. Nei, vel gert hjá honum. Nei, Viktor fyrir ekki. En hérna Drú Bara þessu bara inn. Klára skiptinguna. Jóhann. Og hann er laus. Hafþór. Hann fer bara með eitt gír þar. Áfram. 50 og beint áfram. Hafi, hvað gerir Hafi? Sendur hann yfir og Hann verð þetta glæsilegan Elvar. Góð markvarsla hana. Kasta sér hann yfir. Og Atli aðeins svektur með að klára þetta ekki. Hann átt að klára þetta. Hann var í dauðafæri. Hefði líka getað senda hann aftur. En Elvar jarðsetti þennan. Vel var í honum. Já. Kuminn Einar. Elvar tekur þetta. Það er bara flugandi sýning á markið. Orri losar hann yfir á Grant. Grantinn. Úlli. Já. Orri Blöndal. Gott skot sem að Elvar tekur. Hamar hana. Og Óli kemur sér djúpt. Hafþór. Heiðar. Yfir á Grant. Grant með Hendur þessu marki sem að lúmskan ristara. Elvar tekur þetta auðvitað. Já. Heiðar. Aftur á Derrick. Derrick heldur honum ekki. Úlli. Jójó. Heiðar minni og Heiðar. Reynir að finna Derrick hana. Unnar. Þessar menn eru ekkert að slaka á. Nei, það liggur í loftinu. Sending. Gott skot sem að Elvar tekur. Derrick út á Gunna. Nei. Elvar tekur þetta aftur. Hann er að taka öll þessi skot hérna. Já. Úlli. Þeir ná honum ekki út úr svæðinu. Þá er það Unnar sem getur ekki sett fjórða markið sitt en ákveður að senda hann á Heiðar Kristiansson sem að smellir honum í skeytin. Aðstofakapteinninn Heiðar Kristiansson setur hann í skeytin eftir sendingu, óeigingarna sendingu frá Unnar Rúnarsinni sem að droppa hann eftir hann og að þvæla mórkmanninn. Og
Já, hvað er hægt að segja, Helgi? Já, Þetta er nú skrítinn leikur. Þetta nú bara að vera eins og þegar að Björnin Sáluvík kom hérna fyrir 25 ára síðan til Akureyrar. Þegar að Sveinbjarnarbræðurnir voru bara að starta honum, sko. Já. Þá skildi maður þetta, en ég næði þessu bara ekki alveg í unnurleikinu. Nei. Það vantar marga stúlpa þarna í lið Fjölnis. Þetta er bara Óskiljanlegt að það skuli ekki vera hérna. stórfurulegt, sko. Herðu, jæja, áfram með smjörið. Robby. Víkingarnir bara mikið grimmari. Já. Mikið. Baltasar. Og sendingin yfir á Heiðar en Róbert. Yfir á Halldór og Heiðar. Aftur á Halldór yfir á Gunna. Gunni með lúskan þarna. Það hendi svo markið þarna. Róbert, Gunni. Það finnur ekki Heiðar þarna. Emil. Kemst inn í þetta. Nei, hann næri ekki einu sinni að senda hann. Nei, hann Já, er hann loksins við pökkurinn yfir. Já. Þetta er búið að vera 20 mínúna powerplayina. Já. Og Halldór, hann vil meira en Halldór. Halldór reynir þetta. Þetta er Jæja, loksins náði Atli markinu. Atli Sveinsson. Málið er einfalt, hann er undan denna. Já. Frændast Bjössa. Jú. Getinn og fætturinn í innbænum. Það er einhver blöðum með þetta að fletta. Þetta er í blóðinu. Hann er innbæðingur. Húðahár. Og vel ættaður. Aðeins finnsku tónn í honum. Enda sko, hef ég kent honum allt sem hann kann sko. Já. Það er vitt. Tvær mínútur eftir að þessari martröð fyrir Fjölnirina. Já. Eins og maður segir stundum, hann verður ekkert sérstökur útiferðin heiminn. Nei, en ætlir verði ekki rosa fegnir að sjá Akureyri í baksýnisspeglinum bara held ég. Og koma svo aftur á þriðjudaginn. Það þurfa að koma aftur á þriðjudaginn. Jæja, Matti, hvað gerir Matti? Matti búinn að spila vel og sendir hann! Glæsilega spilað hjá þeim. Geggjur sending hjá Bjarti aftur maður og Matta! Mattías Stefánsson var að sitja hattriksinn sitt. Þriðja markið á Matta í kvöld. Hann er búinn að spila vel allan leikinn. Og sendi hérna yfir á Bjart. Bjartur var í fínu færi, fíblaði markmanninn. Aftur yfir á Matta og Matti kláraði þetta beint upp í samvaran. Það er spilað hjá þeim. Já, þetta er bara frábært. Mjög skemmtilegt. Stærsti sigur SA í vetur og stærsta tap Fjölnis í vetur. Orðið staðarinn fyrir löngu. Já. Ævar. Og bara stærsti sigur í deildinni bara í langan tíma. Mjög. 19 mörk. Það er svakalegt. Já. Ég kalla nú á það að þeir mæti nú hérna þriðjudaginn næsta bara með allar sprengjurnar sínar. Þessi strákar. Það er Atli sem að læra þarna. Kemur geggjusending. Sendingin frá Ævari. Atli kemur í hann og setur hann út í stöng. Gull, fallegt mark, 23. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Þannig að sko, það er ekki eins og við séum að spila hann aukvistæðina, sko. Það eru 3 eða 4 eða 5 aðlandsliðsmenn hérna í Fjölni, sko. Þú veist? Já, Það er bara átt okkur á því, sko. Það er allavega 2 annan. Já, þú veist, skilur við fyrirverandi eða núverandi, sko. Góðan daginn, sko. Það er ekki verið að spila við þriðjaflokkina, sko. Það eru mínúta eftir. Við hvetjum fólk sem að
Ég að horfa á að fylgjast með það. Það verður verðlauna afhending hérna eftir leik. Þessum SA fara afhendan deildarmeistaratitilinn. Ólafur yfir á Jóa. Jói róar þetta bara niður. Já, það held ég sé bara... Komið nóg, segir Jói bara. Orri Blöndal. Drepa bara tíman. Já. Hann segir hann bara slaka á. Ég held það. Já. Hættir. Skipurinn kominn. Þetta búið. Sölvi. Hann ekki hættur. Sölvi fekk ekki skilabóðin. En staðreind 23. Algjörðir yfirburðir. Fyrsta lota fór bara nokkuð vel að stað. Já, þar voru 3 mörk skoruð. Það var Unnar með fyrsta markið. Svo jafnar Drú fyrir Fjölni 1-1. Derrick skorar annað markið. Svo byrjar önnur lotan. Þar að verki hann Arnar fyrir Fjölni. Síðan koma SA-menn með næstu mörk. Það Unnar með 3. mark. Hafþór skorar 4. markið. Hann skorar 5. markið líka. Ólafur 7. markið. Unnar tekur 7. markið. Derrick 8. markið og Róbert Hafberg 9. markið. Svo fengum við aldeilis veislu hérna í 3. lotu. 10. markið skorar hann Derrick. 3. mark Fjölni skorar Drú. Unnar fyrir SA. Mattias fyrir SA 12. 13. mark SA. Ævar 14. markið. Mattias 15. markið. Ólafur 16. markið. Halldór 17. markið. Heiðar. Ég þarf að ná andanum hérna árin held áfram. 18. markið var Atli. Mattias skorar 19. og Atli rekur svo síðasta naglan í kistuna hjá Fjölni með sleggju og þessi leikur 23 bara algjörir yfirburðir. Ágætis jafnræði í fyrstu lotu. Fyrstu lotu, svo Fjölni kemur tilbaka þarna og... Já, og svo eftir það bara... Svo bara púnterar Fjölnin bara hann á... Já, og það bara... Já, 1-8 á svöllinu. En nú, við bara þökkum fyrir okkur og... Kærlega óskum náttúrulega Víkingunum til hamingju með deildarmeistaratitillinn og hlökkum til að sjá úrslitakeppnina þó að það svolítið eftir á deildinni. Já, SA eftir að spila 2 leiki helgina og svo endilega lítum helgina og maður Fjölnismenn hérna á þriðjudaginn næsta. Endilega lítum helgina og kíkja á hérna þeir sem í borginni, kíkja á okkar menn spila þar. En eru við ekki bara góðir í bili? Jú, og svo náttúrulega 2 leikir í kvennadeildinum helgina líka í Akureyri. SA spila við SR laugardag og sunnudag. Hvetjum alla að mæta og horfa á þetta. En nú fylgjumst við með krýningunni. Jú. Nei, okej.